Já, ég heiti Nanna Rögnvaldardóttir og þetta er þriðja skáldsagan mín. Hún heitir Mín er hefndin og þetta er svona sjálfstætt framhald af bókinni sem ég gáði fyrra, Þegar sannleikurinn sefur. Þetta eru að miklu leyti sömu persónur, nema það eru auðvitað annað fórnarlamb og annar morðingi og en þetta gerist þarna á sama stað og Bergþóra húsfreyja í Hvammum, hún heldur áfram að reyna að leysa morðgátur, óvart eiginlega, og svo ýmis ástamál sem koma líka við sögu og raunverulega byrja sagan við páskamessu í Hofskirkju og þar hittum við marga gamla kunningja, það er að segja kunningja þeirra sem lásu fyrir bókina. Síðan gerist það að það er par þarna, Jón í Brekku og ung stúlka úr sveitinni sem að taka saman og svo kemur í ljós að það eru meinbugir á þeirra sambandi og það sem á þess að þau hafi vitað að í trássi við lög og reglur og þeirra tíma altså, en þannig fer sagan af stað og það gerast þarna mjög dramatískir atburðir sem að Bergþóra auðvitað blandast inn í því þetta eru kunningjar og vinir hennar og þá kemur morðið og það er greinlegt að það er einhver að hefna sín og það eru margir sem að þurfa eða hafa ástæðu til að hefna sín á þeim sem er drepinn. Sagan að mörgu leyti lík Þegar sannleikurinn sefur, en þetta þó það gerast þarna í rauninni mun dramatískari atburðir og það er svona átakanlegri sögur sem gerast þarna, en hún er líka vonandi skemmtilega á köflum. Forlagið.